Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Hvernig fylgist þú eitthvað með fréttum? Ekki mikið, sko. En er eitthvað sem hefur verið í fréttum undanfarið sem hefur snertið að þér hefur fundist eitthvað athyglisvert? Ég veit ekki, við sáum bara að það var gosið aftur í skólanum í gær, sko. Ég veit ekki. Fylgist ekki svona daglega tékkar á fréttum? Nei, bara það sem mamma skoðar, sko. Og eitthvað sem hún segir þér bara þá? Já. Ég kíki samt alveg stundum, en ekki oft. Og hvað finnst þér um gosið? Bara smá leðilegt örugglega. En nú veit ég að þú spilar á hljóðfæri, finnst þér eitthvað að vera nógu mikið um svona tónlistarfréttir? Og svona fréttir úr tónlistarheiminum? Já, eða nei, ekkert sérstaklega. Ekki nógu kannski mikið af svona jákvæða fréttum? Nei. En maður spyrja hvað heitir? Sveindís. Takk fyrir Sveindís, spjallið. Ég var eitthvað að spökulara svona, hvaðan færð þú þínar fréttir? Hvernig fylgistu með fréttum? Nú náttúrulega frá kvöldfréttum á RÚV. Mikið að foreldrar mínir að horfa á það. Ef ég vil horfa á eitthvað þá kannski MBL eða eitthvað. Og er eitthvað svona sem hefur verið í fréttum undanfarna daga sem að snertið þig að svona þér finnst eitthvað sérstaklega áhugavert? Nei, en náttúrulega bara ástandið í Bandaríkjunum. Það er kannski alltaf eitthvað sem er að fylgjast með núna og alltaf í frétturum. Hvað finnst þér svona um þetta, hvernig heldur þetta snerti okkur, þessi þróun þar? Að miklu leyti þá er, hvað maður segja, þessi endalaus að tala að skatta vörur frá löndum náttúrulega hafa áhrif á bara styrkleika sambanda á löndum og Þannig að tolladæmi. Og það geti haft áhrif á okkur og Evrópu og allt og miklu margt. En hvernig finnst þér þetta umræðan sko þetta tækni auðveld sem er eiginlega að verða til og svona áhrif þess á lýðræðið og raunverulega hugmyndir sumra þarna að bara að lýðræðið sé bara ekkert mjög gott mál og það eigi frekar að vera bara svona tækni auðræði eitthvað? Ég held náttúrulega líka bara að tæknin er svo ný og þú veist, þegar koma ný kynslóðir eins og bara núna þá sést miklu meira það að krakka sig í símanum sínum. Ég líka, ég er ekkert sérstakur frá því að þetta hjálpar svo mikið og þetta er bara dópamín. Þetta er bara svolítið neysla að vissu leyti. Þannig þeir fá svo mikinn pening á endanum finnst mér einhvern veginn, þá munu þeir byrja að horfa í aðrar áttir eins og á pólitíska átt eins og Elon Musk með því að vera að gera núna. Og heldur þá að við verðum kannski bara svolítið auðveld fórnarlömb af því að við erum einhvern veginn orðið bara soðin í símanum? Já og nei einhvern veginn. Ég vil aldrei horfa á það sem þannig. Ég meina, kannski að vissu leyti, jú, peningar eru mikilvægir en á einhverjum tímapunkti ef ein manneskja er alla peningana það skiptir ekki máli að þetta er bara pappír. Ert þú að stúdera eitthvað svona, mennta þig til þess að veita þessu viðnám, þessari þróun? Nei, ég er nú bara í menntaskóla að læra í MR síðan vonandi kemst ég í læknisfræði og þá en það snertir mig ekki þannig séð. En nú er líka svolítið mikið talað um gervigreindina. Notar þú gervigreindina við námið? Nei, ekki svakalega mikið. Það er lagt mikil áhersla að við gerum það ekki og námið er sett upp þannig að við þurfum þess ekki. Þannig það er ekki mikið hjá mér. En maður spyrir eina spurningu að lokum. Finnst þér vera svona nóg í öllum skólakerfum líka sem að grunnskólakerfum þannig, finnst þér vera nógu mikil svona samræða við? Hefur þú fengið að tjá svona þínar skoðanir og að því nú ertu til í að koma í þetta spjall, þú veist, hefur þú fengið svona æfingu í því? Nei, ekkert endilega. Það er náttúrulega bara að tala við vini sína og spjalla pólitískt ástand en ekkert svakalega mikið. Ekkert eitthvað sem skólakerfið hefur gert fyrir mig endilega.
Mætti kannski vera meira eða hvað? Já og nei einhvern veginn. Mér finnst eins og ef þú vilt fara í þannig bransa og sérst að tala þína skoðanir, þú veist eins og til dæmis pólitík, þá ætti það kannski að vera meira á menntaskólaleveli. En það náttúrulega bara ekkert upp á mig. Það ekki í pólitík sem sagt. Nei, ég ekki alveg þar. Það að fara í læknisfræðina. Já, helst. Verður erfitt. En gangi nú vel og takk fyrir spjall. Ef maður spyrja hvað þú heitir? Ég heiti Hrappur og ég Pálsson. Kæra þakki fyrir, Hrappur. Takk. Mér langaði bara að spyrja þig sko fréttir núna svona undanfarið. Er einhver frétt sem þú hefur lesið í blöðum eða heyrt sko, sem að kemur þér eitthvað við eða þér finnst eitthvað sérstaklega áhugaverð? Þá bara almennt eins og í fréttablaðinu og Morgunblaðinu. Nei, ekki sem ég man eftir. Ég man alveg bara eftir fréttum sko, sem ég fæ inn á Outlook sko, sem bara svona 100 dagar í háskólanum. Það var það skemmtilegt en það er engin önnur frétt sem ég man eftir eins og í augnablikinu. En erlendir miðlar til dæmis, fylgist eitthvað með svona, þú veist, hvaðan færð þú þínar fréttir? Daily Mail, sem er ekkert eitthvað sérstaklega góður fréttamiðl, en þetta er aðalega mjög mikið talað það sem Elon Musk er að gera. Hvernig líst þér svona það sem hann er að bralla? Ekki vel, ekkert sérstaklega vel. Hvernig líst þér á þetta raunverulega ógn sem talaði svona við eiginlega tækni risarnir sé orðnir svona ógn við lýðræðið? Hvað finnst þér það? Þetta er mjög opin spurning. Svona já og nei, ég get ekki svarað því. Ég er ekki búin að ná það miklum upplýsingum til þess að geta gefið eitthvað svar sko. En getur þú samt eitthvað ef þú segir að þér lítist alls ekki á Elon Musk, af hverju ekki svona? Getur þú sagt það eitthvað? Hann er bara svolítið að hugsa raskatið á sjálfum sér og engan annan. Það er ekki það sem hann vill fyrir heilt samfélag. Eða fyrirtæki sem hann er með. En kemur þú hingað til þess að stúdera? Stundum, já. Og eru þú góður í svona einbeitingu? Fer eftir. Oftast samt. Það er oftast næðið á uppi. Má ég spyrja hvað heitir? Þöll. Kæra þakki fyrir að koma í svona óforvarandi spjall fréttir. Takk fyrir. Þar stann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.